Góðan dag og komið öll sömur blessu og sæl. Og við erum velkomin hingað í Fossvogakirkju. Við erum komin saman hér í dag til þess að kveðja hann Þórarinn Björnsson. Og við skulum hefja þessa stund á því að minnast skildar okkar og merkja okkur kærleika Krists. Við segjum saman í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Við skulum spenna greipar og biðja saman. Guð, kærleikans og vináttunnar, helga stundina með anda þínum, gef okkur opinn huga og hlýtt hjarta. Veit okkur fyrir orð þitt og heilagan anda stöðuga trú, sem við getum sigrað með raunir allar og skilið að það satt sem þinn elskaði sonur, Jesús Kristus segir, verið þjóðlaust, ég og sigur þín. Við biðjum í nafni hans. Amen.
Sálmi 23 standa þessi orð. Drottinn er minn hirðir, mig mun ekkert bresta. Á grænum grundum lætur hann mig hvílast. Leiðir mig af vötnum þar sem ég má næðis njóta. Hann hressir sál mína, leiðir mig rétta vegu fyrir sakir nafsins. Jafnvel þótt ég fari dimman dal, óttast ég ekkert illt. Því þú ert hjá mér. Sprotið þinn og stafur huggar mig. Þú byr mér borð frammi fyrir fjendum mínum. Þú smyrð höfuð mitt með olíu. Ykkar minn er barmafull. Gæfa og náð fylgja mér alla ævidaga mína og í húsi Drottins í ég langa ævi. Drottinn er minn hirðir, mig mun ekkert bresta.
Og nú mega þeir sem eiga auðvelt með rísa á fætur og meðan við heyrum heilagt Guð. Því sagði Jesús aftur, sannlega, sannlega segi ég þér, ég dyr sauðanna. Allir þeir sem á undan komu eru þjófar og ræningjar, en það hlýddu sauðinni þeim ekki. Ég dyrnar. Sá sem kemur inn og mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna hag. Þjófurinn kemur ekki nema til að stela og slátra og eyða. Ég kominn til þess að þeir hafi líf í fyllstu gnægð. Ég góði hirðirinn. Góði hirðirinn leggur líf sitt í sölurnar fyrir sauðina. Sá sem leigður og hvorki hirðir né á sauðina, hann flýr og yfirgefur sauðina. Þegar hann sér úlfinn koma og úlfurinn rennir þá og hvíslar þeim. En það gætir hann sauðana annars fyrir þorpum og ekkert andum. Ég góði hirðirinn og þekki mína og mínir þekkja mig, eins og faðirinn þekkir mig og ég þekki föður minn. Ég legg líf mitt í söluna fyrir sauðina. Ég á líka aðra sauði sem eru ekki úr þessu sauðabríki. Þá mér einnig að veiða, þeir munu heyra röst mína og það verður ein hjörð, einn hirðir. Faðirinn elskar mig af því ég legg líf mitt í sölurnar til þess að hann fái það aftur. Enginn tekur það frá mér, ég legg það sjálfur í sölurnar. Ég hef vald til þess að leggja það í sölurnar og vald til að taka þá aftur. Þetta hefur faðir minn boðið mér. Vertu blessuð eða vertu blessaður orð sem við höfum öll notað. Vertu blessaður.
einfalt orð sem afmarkar stundina sem við erum í beinu sambandi við hvort annað. Kannski vertu blessaður líka smá hátíðlegt orðalag. Kveðja sem leggur áherslu á góðar og velfarnaðar óskir í því sem framundan að þér muni ganga vel. Í því felst að þú óskir þess að það muni ekkert slæmt enda, að þú verðir örugg eða öruggur. Og einnig þær óskir að það sem mun mæta þér sé af hinu góðu svo að þér muni líða vel. Að vilja hvort öðru vel, það nokkuð sem einkennir fjölskyldu, vinskap og samfélag eins og hér á Þórshöfn. Og það eru til margs konar tegundir af kveðjustundum í lífinu. Þessi hversdagslega, þar sem við mætumst og kveðjumst í amstri dagsins, þegar við mætum í vinnu og að vinnudegi loknum, þegar við förum í heimsóknir og kveðjum eftir þær og allt sem felst í erindum okkar á degi hverjum. En svo eru það stóru kveðjustundirnar, eins og í dag þegar við kveðjum Þórarinn Björnsson. Segja má að hann sé lagður af stað í langt ferðalag. Kannski erum við óróleg yfir þessu ferðalagi, en við vitum að þetta síðasta ferðalagið. Við vitum að þetta allra síðasta ferðalagið hans í þessum heimi og að þið munið ekki hitta hann aftur, að minnsta kosti ekki í þessum heimi. Þegar hann heldur nú af stað í þetta ferðalag, þá skilur hann eftir sig aragrúa af minningu. Þórarinn Sigurður Björnsson, oftast kallaður Tóti í túni, fæddist á Fjallalækjarseli í Þistilfirði 1. mars árið 1932. Foreldrar hans voru Þorbjörg Gunnlaug Halldórsdóttir húsfreyja, fædd 3. janúar 1910, hún lést árið 1998, og Björn Jónsson, bóndi, fæddur 1893, en hann lést árið 1978. Blessuð sé minning þeirra. Eftirlifandi systir Þórarins Sigurveig Halldóra Björnsdóttir, fædd 3. október árið 1933 á Fjallalækjarseli. Afkomendur Veigu eru samtals 49. Þórarinn var alla tíð ókvæntur og eignaðist ekki börn, en leit þó á afkomendur Veigu sem þau væru sín eigin börn. Þórarinn flytur með foreldrum sínum og systur að Fagranesi á Langanesi árið 1937. Fagranes var sá staður sem hann talaði mikið og hugur hans reikaði oft þangað. Hann nefndi undir það síðasta að hann væri nú tilbúinn að fara til mömmu sinnar og pabba á Fagranesi. Systir hans Veiga minnist ánægjulegra stunda með bróður sínum og fleiri krökkum á Fagranesi. Þar var tvíbýli, foreldrar Þórarins og systir bjuggu á neðri bænum. Á efri bænum sem var torfbær bjuggu 4 börn. Krakkarnir léku sér mikið saman, sérstaklega í fjörunni neðan við Fagranesi. Í fjörunni mátti finna ýmislegt nýtilegt og braki skipa sem rekið höfðu á landi. Sem dæmi nefnir Veiga að flotkúlur úr járni voru nýttar til heimilisins með því að taka kúlurnar í sundur. Skemmtilegast þótti krökkunum þegar ullin var unnin og þvegin og þá fengu þau að hirða sína eigin ull með því að taka hana af hnakkanum og rollinni. Fjölskyldan bjó á Fagranesi í tæp 3 ár. Eftir dvölina á Fagranesi lá leiðin í Hlíð á Langanesi árið 1939. Þórarinn var snemma mikill bóndi og í hans huga skipti miklu máli að kindurnar kæmu vel undan beit. Veiga minnist þess að þegar smjörinn fór fram með tvösti skilaði ein kindi sér ekki, en kom svo í leitirnar árið seinna og þá kom upp að kindin var með garnaveiki. Því voru allar kindurnar skornar niður og nýjar keyptar. Af þeim orsökum var ekki hægt að hafa kindurnar í náttúrunni. Veiga var sett í það að standa yfir kindunum og passa þær að þær færu ekki neitt. Henni leiddist þetta frekar mikið og hafði með sér dúk til að sauma út í.
Hún settist upp við einn stein og fór að sauma. Fljótlega voru allar kindurnar lagstar út. Þá mætti ungi bóndinn, Þórarinn, og sagði með hasti við systur sínar: Af hverju liggja allar kindurnar? Þær eiga nú ekki að liggja svona. Þær eiga að bíta grasi svo að þær verði feitar og kjötmiklar í haust. Búskapur átti því alla tíð hug og hjarta Þórarins og fór hann snemma að taka ábyrgð á honum. Hann undi sig best heima í sveitinni og var því lítið skólagöngu hjá honum, þar sem hann átti erfitt með að slíta sig burt frá foreldrum sínum og búskapnum. Árið 1949 flytur fjölskyldan í Ártún. Börn Veigu systur hans voru svo heppin að fá að vera í sveitinni í Ártúni, þar sem frelsið og daglegt líf var heill ævintýraheimur út af fyrir sig. Þar sem þau lærðu snemma að umgangast náttúruna með öllum sínum tækifærum og hættum. Þar sem hlutinni snerist að færa börn í bú, veiða silung í Eiðisvatni og lax í Óslum, mjólka kýrnar, taka þátt í sauðburði og reka ærnar í hafinu. Þórarinn var einstaklega geðgóður og gerði allt til að passa upp á börn Veigu svo að þau færu sér ekki að voða. Fjóludóttur Veigu minnisstætt þegar hún var 10 ára og stalst upp í traktornum og tók smá rót á honum og litlu mátti muna á að lenda út í skurði. Bræður hennar, þeir Björn og Trausti, voru nálægt og sögðust aldrei hafa séð Þórarinn svona reiðan, en hann átti að sjá hvað hefði gerst. Eitt sem þegar Fjóla var með Þórarni og eldri bræðrum sínum að setja niður girðingastaura nálægt Hrafnabjörgum, þá brýndi hann fyrir bræðrum að passa nú vel upp á stelpuna og alls ekki fara í Hrafnabjörg. En stelpan var nú ævintýragjöf og gerði hann oft það sem átti ekki. Eftir mikið suð í bræðrum sínum þá 11 ára gömul lagði stelpan af stað út á klettasilluna með bræður sína á eftir sér, alsæl með hetjuskap. Eftir stutta stund þá losnaði stærra grjót úr björgunum og lenti ofan á Fjólu þannig að hún datt og lá með búkinn á klettabrúninni þvert í sjó fram. Fyrir snarræði bræðra hennar tókst þeim á einu augabragði að bjarga henni frá því að hrynja niður snarbrött Hrafnabjörgum og ofan í sjóinn. Bræður Fjólu báðu hann að ræða þetta aldrei við Þórarinn frændinn. En Fjóla var að koma þessu frá sér og sagði Þórarinn frá þessu atviki fyrir nokkrum árum og honum var nú ekki skemmt yfir því og þagði þungu hljóðinni. Já, Þórarinn þessi júlingur lét í sér heyra ef gengið var nærri skepnum og hlut okkar allra. Hann var óhræddur eða beita sér af fullum þunga gegn því sem ógnaði tilveru skepnanna sem voru á beit. Börnunum hennar Veigu þóttu haustin skemmtileg þegar farið var í réttir og smalanir. Þeir Trausti og Bjössi voru oftast með Þórarni í útiverkum og gengu strax ungir á árum í öll þau verk sem fylgdu búskapnum. Stelpurnar voru meira í heimilisverkum en þegar þeim lauk þá voru þau að sinna þeim útiverkum sem féllu til. Bjössi og Trausta þótti sérstaklega gaman að fara í göngur og smalamennsku með Þórarni og þá helst í Baranes eða út á Langanesbotn. Fyrstu minningar Þórbergardóttur Veigu frá Ártúni var þegar Þórarinn tók í litlu hönd hennar og labbaði með hann út á tún þar sem lambærnar voru og gaf henni lamb sem þau skýrðu gjöf. Þórberg segist vera þakklát fyrir kærleika Þórarins og þá ást sem hann gaf henni og börnum hennar, en þau kölluðu hann alltaf afa. Þórarinn kaupir Hallgrímsstaði árið 1976 og dvöldu systkini hans reglulega þar og afkomendur Veigu. Þórarinn var með kindur og hesta á Hallgrímsstöðum. Þangað þóttu börnunum og afkomendum gott að koma og minnist Erla á góðar stundir þar sem og það var alltaf gaman að vera þar í sauðburði. Þegar Þórarinn lætur af búskap á Hallgrímsstöðum þá flytur hann inn á Þórsá með móður sinni í Bakkaveg 1. Hann flytur með sér kindur og var með þær á meðan heilsan lifði. Hann hafði kindurnar í Hesthúsahverfinu þar sem Dúa frænka hans í dag með sér búskap og gaf henni á lokum þegar heilsunni fór að hraka allar kindurnar og fjárhúsin. Dúa minnist ótal ljúfra samverustunda í gegnum árin.
Hann var duglegur að koma í heimsókn til hennar og milli þeirra var dýrmæt vinátta. Þórarinn var mjög vel af sér í heimsmálum og fylgdist grannt með öllu sem var að gerast í kringum sig. Hann hafði mikinn áhuga á fiskveiðum og kemur það líklega út af því að hann var að vinna í fiski á Þórshöfn. Hann hafði mikla ánægju af því svona í seinni tíð þegar Ragnar maðurinn hennar Fjólu kom í heimsókn og færði honum nýjustu fréttir af síldveiðum. En hann var tíma í afleysingum á Ásey sem landaði á Þórshöfn. Fram á síðustu stundu vildi Þórarinn fá að vita allt uppsjávarveiðar Ragnars og Jóni Kjartanssyni SU 111, hvort sem það voru loðnuveiðar, síldveiðar eða makrílveiðar. Hann Kristinn Lárusson tók saman nokkrar frásagnir og minningar frá vinum og sveitungum. Þegar farið var í fyrstu göngur í Tunguselsheiði riðu allir saman í Vesturkróla. Eitt sinn stoppað var til að hvíla menn og hesta, dró Þórarinn fleyg og bauð gangnamönnum sopa og gekk fleygurinn á milli manna. Svo það einhver gerði sig líklegan til að fara á bak hesti sínum og halda af stað, þá segir Þórarinn: Nei, það þýðir ekki að fara strax af stað. Tappinn týndur og við verðum að klára á flegnum. Það var gert, en þegar fleygurinn klárast, dregur Þórarinn tappann upp úr vasanum sínum og segir heldur kíminn: Æ, var hann svo hér allan? Þórarinn var félagslyndur maður og samlagaðist mjög vel sveitungum sínum, sérstaklega þeim sem yngri voru og ekki síður jafnöldrum sínum. Eitt sinn þegar haldið var járningarnámskeið á Ytra Álandi kom Þórarinn á það kannski ekki síður til að taka þátt og vera með en að gera stjórningamaður. Því ofta kátt þegar sveitungar komu saman. Þegar námskeiðinu lauk var opnuð flaska og eftir dálítinn tíma var haldið heimaleið og kom það í hlut Ragnars bónda á Gunnarsstöðum að keyra landróverinn hans Þórarins heim. Þegar þeir voru rétt lagðir af stað hægir Ragnar ferðina og segir: Þórarinn, við verðum að gera eitthvað í þessu, það blikkar smurlaust. Ekki stóð á svari hjá Þórarinn. Nei, þetta allt í lagi, haltu bara áfram það, því það nefnilega allt í lagi á meðan það logar ekki alveg. Á meðan togarinn Stafell var gerður frá Þórshöfn, voru bændur með löndunarheimili og sáu uppskipum úr togaranum. Í lok löndunar fengu löndunarmenn fisk í soðið. Settur var fiskikassi í rússajeppann hjá Ninna, en flestir komu með honum út í þorp og svo skilaði Ninni þeim heim. Eitt skipti þegar löndum var lokið þá tekur einhverju flösku og hendur að fá sér veigar á heimliðinu. Var þá afráðið að Þórarinn færi með Ninna að skila af sér löndunarmönnum á bæina allt inn í Ytra Áland. Svo þegar heim var komið og Þórarinn labbar inn með sinn hlut úr fiskikassanum sér Ninni að Þórarinn skellir lúðu undir handarkrikana og röltir inn. Ef komið var undir hádegi daginn eftir kom Þorbjörn móðir Þórarins yfir til Lillu í kaffi og spyr hana fljótlega hvort hún viti eitthvað hvenær bændur komu heim úr löndunum. Lilla svaraði því til og það hafi trúlega verið seint, allavega hafi hún verið farin að sofa. Þá segir Þorbjörn: Þórarinn minn hefur nú ábyggilega verið orðinn mjög þreyttur þegar hann kom heim, því það lá lúða á eldhúsborðinu þegar ég kom niður. Eitt sinn keypti Þórarinn hest fyrir göngur og hann var spurður þegar komið var í kofann hvernig hesturinn reyndist, þá segir hann: Hann hét Bustur þegar ég lagði af stað, en heitir núna Andvari. Raggi á Gunnarsstöðum minnist á skemmtilega hestaferð með Þórarni. Þegar kvöldar tók var ákveðið að halda íþróttamót. Ein íþróttagreinin var langstökk þar sem markmiðið var að stökkva yfir læk. Þórarinn hljóp af stað og ætlaði aldeilis að sýna íþróttahæfileika sína. Af miklum krafti stökk hann, en ekki vildi betur til en hann lenti í miðjum læknum. Hann var ekki á baki dottinn þó hann hafði tapað stökkinu og skoraði því á menn í nefn tóbakstökum.
Við vitum nú öll sem þekkjum Þórarinn hvernig það er. En það var hann mikill kappsmaður þar og skildi hann aldrei tók stórsina við sig. Skemmtilegt er frá því að segja að í seinni tíð hafði Þórarinn sterkar skoðanir á litum. Þegar Fjóla mætti í rauðri úlpu, þá leist hún nú ekki á blikuna og sagði að þessi litur væri nú ekkert fallegur. Hins vegar var það deginum ljósara að grænn var hans litur. Í rétt áður en hann lést kom Fjóla til hans, þá í fag og grænni úlpu og hann var nú aldeilis ánægður með stelpuna. Nú væri hún loksins komin í rétta lit. Dagbjartur maður Erlu segir frá því þegar Þórarinn bað hann að kaupa fyrir sig pipa. Eitthvað var nú lítið bíla sem pössuðu við kröfu Þórarins, en Dagbjartur hafði fundið einn glænýjan Isuzu-bíl og fannst Þórarinn hann vera frekar dýr, en það var hann glænýr. En Þórarinn spyr þá hvernig bíllinn sé á litinn og Dagbjartur svarar bíllinn grænn. Þá stóð ekki að svara hjá honum, kauptu bílinn. Hvernig sem á að lesa í skoðanir hans á rauðum og grænum lit, þá drógu allra nánustu fjölskylda líkur af því að Þórarinn væri framsóknarmaður. En að restin af fjölskyldunni væri að hans mati eldrauðir kommunistar frá litlu Moskvu. Eins og fram hefur komið var Þórarinn alltaf til í sprelli. Hafdísdóttir Fjólu segir frá því þegar hún og Viktor gistu hjá Veigu ömmu sinni á Akureyri sem unglingur. Þórarinn var staddur þar og fékk þá hugmynd að stríða Viktori aðeins þar sem hann fannst að sofa full lengi frameftir. Hann fékk Hafdísi í lið með sér og færði þau Viktor út úr svalir, hann sofandi á dynni. Eftir þó nokkurn tíma vaknaði hann og höfðu þau þá verslan út á svölum. Ekki lét nú Viktor þetta á sig fá því hann kallaði Þórarinn alltaf afa sinn og færði honum bangsa þegar hann var áttræður og Þórarinn var mjög hrifinn af honum og nefndi hann Viktor og skildi hann aldrei við sig. Viktor minnist þess þegar hann fór með Þórarni og ömmu sinni og mömmu út á Langanes og þau ráku augun í folöld sem var fast í læk. Viktor fór með Þórarni og hjálpaði honum við að draga folöldið upp. Ef þau hefðu ekki rekið augun í folöldið þá hefði það líklega drukknað. Þórarinn sonur Veigu kom iðulega til nafna síns á Naust þegar hann var að vinna hjá Fiskistofu og Þórsvík. Þórarinn segir að það hafi verið skemmtilegast þegar hann náði kallinum á rúntinn sem hann hafði mjög gaman af. Þeir keyrðu iðulega inn að Hallgrímsstöðum og áfram inn á Tunguseli. Nafni hafði voða gaman að skoða kindurnar og dýrin og var ansi naskur að átta sig á hvað væri nú að vera. Eitt sinn sá ég hópa kindum nokkuð langt í burtu og benti Nafni á. Ég sagði, Nafni, þær snúa allar afturendanum í okkur. Þá sagði Nafni, þetta er ekki kindur, Nafni minn, þetta eru feitir og kjötmiklir hrútar saman. Ég var með kíki í bílnum og sá að þarna voru 8 stærðar hrútar saman að beit. Nafni sá þetta án kíkis á löngu færi, einungis þó sæist í afturendan á þeim. Aðstandendur Þórarins vilja þakka fyrir þá umhyggju sem starfsfólki á Nausti veitti honum þau ár sem hann dvaldi þar. Honum leið alltaf vel þar og sagði að það var alltaf skjanað við sig. Það var mikill matmaður og sagði að hann fengi alltaf gott að borða. Hann tók það þá fram, kjúkling vildi hann alls ekki því að það væri ekki matur. Starfsfólkið og dúa bössuðum og honum skorti aldrei neftófan. Og aðstandendur vilja koma til skila kæru þakklæti til dúu fyrir að hugsa svona vel um framtíð sína. Hún sá svo margt, þar á meðal að skrifa fyrir Tóta hönd jólakort og lesa fyrir hann jólakort sem bárust honum, sem var þeirra hefð síðustu árin. Þórarinn andaðist á dvalarheimilinu Nausti 18. maí síðastliðinn. Hann var 92 ára að aldri.
Allt sem við erum og sjáum í kringum okkur skapað af Guði. Í sköpun Guðs upphaf lífs og endalok lífs. Orð Biblíunnar hefjast á þessum orðum: í upphafi skapaði Guð heiminn. Í lok Biblíunnar sjáum við texta í opinberum Jóhannesar að Guð muni skapa nýjan himinn og nýja jörð. Holdtekja Guðs hér á jörðu átti sér ekki bara stað í Betlehem fyrir meira en 2000 árum síðan þegar Jesús fæddist. Holdtekja Guðs átti sér stað fyrir 14 milljarð árum síðan með einu augnabliki sem við köllum Miklahvell, eða þá var fyrsta táknmynd Guðs í sköpuninni. Það má líkja sköpun heimsins við fæðingu þar sem alheimurinn endurspeglar Guð og sjálfan sig og sýnir okkur hver hann er. Öll sköpun Guðs tengist hvort sem hún á himni eða jörðu. Og tengslin ekki bara milli Guðs og manneskjunnar, heldur á milli alls sem lifir og græðir. Við sjáum að krossfesting Jesús Krist hefur kosmíska þýðingu. Í opinberum bók Jóhannesar sjáum við að Guð gerir allt nýtt og þá meinar hann gjörsamlega allt. En hvað hefur þetta eiginlega með dauðann að gera? Ég hef tekið eftir því að Þórarinn átti sterka tengingu við náttúruna og dýrin. Hann átti sérstök tengsl við dýrin og auðlindir náttúrunnar. Hann hafði líka sérstakan skilning á gangi náttúrunnar. Það auðvelt að sjá hann Þórarinn fyrir sér sem fjárhirðirinn sem hann var, sem leggur allt sitt traust á Guð og hirðishlutverk hans, eins og ég las í 20. Davíðsson áðan. Drottinn nefnir hirðir, mig mun ekki bresta, og grænum grund og lætur hann mig hvílast. Þegar við deyjum þá förum við tilbaka til Guðs sem skapaði okkur. Og í útförum hér í kirkjunni segjum við þessi orð: af jörðu ertu komin, að jörðu skaltu aftur verða og af jörðu skaltu aftur upp rísa. Í þessum orðum lagt áherslu á líf okkar mannsins, hvaðan komin og hvert við erum að fara og samband okkar við Guð og alla sköpunina. Af jörðu ertu komin, við erum öll sköpuð í Guðs mynd og fyrsti andardrátturinn sem við tókum þegar við fæddumst kom frá honum. Af jörðu skaltu aftur verða. Einn dag þegar við erum komin við endalok lífsins, þegar við deyjum og hjartað hægt að slá á manneskjan sem hann elskar andar ekki lengur, það var við okkur manneskjum og líka blómin, trén, ávextin og dýrin. Allt sem lifir mun einn dag þurfa að deyja. Það kann að koma grundarlega að það sannleikurinn, þannig gangur lífsins. Og nú þið að syrgja ástvin ykkar hann Þórarinn. Við finnum vel fyrir því að hann ekki hérna lengur hjá okkur. Það tómlegt án hans og við söknum hans. En við verðum að muna að hugga hvert annað og gefa hvort öðru rými til að deila sársaukanum sem fylgir sorginni og líka að gefa rými til þess að tala og halda á lofti öllum góðum minningum hann. Og lofar Guðs líka nokkuð meira en bara að við förum tilbaka í jörðina, því hann gefur okkur líka lofað uppreisn. Af jörðu skaltu aftur upp rísa. Jörðin og gróðurinn og allt sem lifir, það heldur áfram tilveru sinni eftir dauða. Því ég að þakka að Guð skapaði heiminn ekki bara einu sinni, heldur að skapa á hverjum degi, og við þekkjum það kannski úr orðum harmljóða Gamla testamentisins. Náð Guðs ný á degi hverjum. Og við sjáum það í því hvernig allt lifir, deyr og græðir. Við sjáum það einna helst í sköpunarkraft náttúrunnar og í upprisunum. En það getur verið erfitt fyrir okkur að koma auga á upprisunum. Þegar við horfum á náttúruna, getur hún sannarlega að vísa okkur á hvernig hún sýnir sig. Hún sýnir sig í vorinu sem kemur eftir erfiðan vetur. Vorboðin ljúfi tákn upprisunar. Lífið eftir dauðan mikil ráðgáta. Enginn veit með vissu hvað gerist eftir dauðan. En þegar maður hefur trúna á Guð, þá trúir maður að í dauðanum taki við ferðalag. Í því felst ganga yfir brú sem við göngum yfir og finnum nýtt líf sem algjörlega ólíkt því sem við þekktum áður. Þetta ferðalag og þessi ganga yfir brúna yfir til hins nýja lífs uppreisn. Þegar við skoðum svo þessar þrjár setningar sem við segjum við móttömina: af jörðu ertu komin,
Af jörðu skaltu aftur verða og af jörðu skaltu aftur uppreisa. Í þessum setningum sjáum við gildin sem við getum haldið fast í og trúað á, bæði á slæmu og góðu dögum í okkar lífi. Þó við deyjum þá það ekki endalokið. Staðreyndin sú að við og öll sköpunin erum alltaf á leið að upprisunum. Í ljósi upprisunar það kærleiki Guðs sem umvefur okkur þegar við kveðjum þetta líf. Blessuð sé minning Þórarins Björnssonar og blessi ykkur alla ástvini hans. Megi ljóssins upprisna Drottins lýsa honum eilífð alla. Amen. Það hafa borist nokkrar kveðjur frá þeim sem gátu sér ekki verið hérna við útförina í dag. Elsku afi, takk fyrir allt sem þú gafst mér. Það sem ég þakklátt að þú leyfðir mér að upplifa sauðið. Það eitthvað sem á stórum stað í hjarta mínu, hlý kveðja, Elín. Gyða Halldórsdóttir sendir innilegar samúðar og kærleikskveðjur og faðmlög til elsku Veigu og afkomandi hennar. Hún vill koma til skila ómældu þakklæti fyrir yndisleg kynni þau 2 sumur sem hún var svo heppin að vera í sveit og elsku Þórarni og Þorbjörgu móður hans. Minningarnar munu fylgja henni alla tíð. Oktavía Ólafsdóttir sendir hlýjar samúðarkveðjur til ættingja Tóta. Hún vill þakka Tóta vináttu og allar góðar stundir, sér í lagi í sauðburði á Hallgrímsstöðum. Það var svo gaman, mikið hlegið og grínast og blómin sem Stefán færði mér í lok sauðburðar eitt vorið. Sú stund gleymist aldrei. Hvíl í friði, elsku vinur. Innilega samúðarkveðjur senda mæðgurnar Dagrún Larsson Þórisdóttir, Stefanía Margrét, Unnur Vilborg og Helga Björn. Raggi og Laufey frá Gunnarsstöðum þakka góðu nágrannar fyrir stundir liðina ári. Líka löngum bros á vör og berst þegar mótið harðnar, en grallaraskapinn glettum svör, geyma minningarnar. Innilega samúðarkveðjur sendir María Þorgrímsdóttir og fjölskylda í Keflavík. Og innilega samúðarkveðja kæra fjölskylda frá Jóa og Svönu á Brúalandi. Samúðarkveðja frá Sigríði Hólm Alfreðsdóttur og samúðarkveðja frá Marínu og Jóhansinni í Tunguseli. Og takk fyrir allar skemmtilegu og góðu stundirnar á Nausti, fyrir hláturinn, gleðina og góðmennskuna, kæri frendi, Björg Þóroddsdóttir. Fjóla Þorsteins sendir innilega samúðarkveðjur og minnist allra ljúfra samverustunda með þakklæti. Þórhalla, Viðar og dætur senda Tótu hinstu kveðjur og hjartans þökk fyrir vinskapinn og allar góðu stundirnar. Úrstjórnina, smalamennskuna, saltskúrana, lögbundnar kaffipásur og geskuna, húmorinn og góðvitina alla tíð. Fjölskyldunni senda þau innilega samúðarkveðjur, minningin mikinn öðlingsmann lifa. Og allir íbúar og starfsfólk á hjúkrunar- og dvalarheimilinu Nausti senda innilegar samúðarkveðjur.
miskunnar Þórs. Sonur og lausari lífsins, miskunnar Þórs. Drottinn Guð, heilagi andi, miskunnar Þórs. Nú lætur þú drottinn þjóð þinn í friði fara, eins og þú hefur heitið mér, því að augum mín hafa séð hjálpræði þitt, sem þú hefur fyrirbúið í augsýn allra liða, ljós til opinberra þjóðunum og til vegsemdar lífinu. Og Guð, kærleik hans og vináttunnar, við þökkum þér að þú gafst okkur Þórarinn Björnsson. Við þökkum þér fyrir allt það dýrmæta sem hann kenndi okkur og var okkur, og við biðjum þig að hjálpa okkur að hlúa fallegum og góðum minningum hennar. Og við treystum því að þú hafir umvarað þinn elsku í eilífðinni. Gef okkur að rækta með okkur von og lífsgleði, gef við megum heiðra minningu hans með því að lifa í kærleika hvert með öðru. Blessa alla ástunni hans sem ber kveðju á umveg fyrir öll kærleika þínum og gefur styrktinn æðruleysi við. Í Jesú nafni, amen. Og alla bænir okkur fyrir til bæni sem Jesú kenndi okkur, við biðjum öll saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himnum. Gef oss í dag vårt daglega brauð og fyrirgef oss våra skuldir, svo sem við og fyrirgefum våra skuldir. Ei leið oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífð. Amen. Jesús sagði, ég upprisan og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Af jörðu ertu kominn. Af jörðu skaltu aftur verða. Af jörðu skaltu aftur upprisa. Veit honum drottinn þína eilífu hvíld og lát þitt eilífa ljós lýsa honum. Hann hvíli í þínu friði. Amen. Ljóð
Drottinn láti sín ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í Jesú helgasta nafni. Amen.